Ávöxtur sannleikans. Orð Guðs í hjartamanns. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. 24. Ávöxtur sannleikans. Hjartalandið, taktu ósannleikann úr hjarta þínu og gerðu það að góðum jarðvegi, sáðu fræjum sannleikans og berðu ávöxt með því að rækta sannleikann. Endurheimta land, finndu ósannleikann sem Biblían segir að þú eigir að henda eða ekki gera, taktu hann úr hjarta þínu og gerðu hann frjóan jarðveg. Að gróðursetja fræ sannleikans. Finndu sannleikann sem Biblían segir að varðveita og gróðursettu fræ sannleikans í hjartareitin úr frjósömum jarðvegi, ræktaðu hann og berðu ávöxt sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Verkefni. 1. Verkefni, henda því. 2. Verkefni, ekki það. 3. Verkefni, haltu því. 4. Verkefni, gerðu það. Verkefni, gerðu það. Taktu ósannleikann úr hjarta þínu og gerðu það að góðri mold. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. Postulasagan 22 mínútur yfir 8. Snúð því huga þínum frá þessari illsku þinni og bið Drottinn að þér mætti fyrirgefast hugsun hjarta þíns. Postulasagan 29 mínútur yfir 3. Að þér haldið yður frá kjöti fórnuðu skurgóðum, blóði, kjöti af köfnum dýrum og saurlifnaði. Ef þér varist þetta, gjörið þér vel. Verið sælir. Postulasagan 31 mínútur yfir 4. En þeir sögðu, trú þú á Drottinn Jesú, og þú munt verða hólpin og heimilið þitt. Postulasagan 31 mínútur yfir 8. Vakið því og verið þess minnugir að ég ámyndi stöðugt sérhvern yðar með tárum dag og nótt í 3 ár. Postulasagan 35 mínútur yfir 8. Í öllu sýndi ég yður að með því að vinna þannig ber oss að annast óstyrka og minnast orða Drottins Jesú að hann sjálfur sagði, sælla er að gefa en þiggja. Rómverjabréfið 13 mínútur yfir 6. Ljáið ekki heldur syndinni limi yðar að ranglætisvopnum, heldur bjóði sjálfa yður Guði sem lifnaða frá dauðum og limi yðar Guði sem réttlætisvopn. Rómverjabréfið 12 á móti 1. Því brýni ég yður, bræður, að þér, vegna miskunnar Guðs, bjóðu fram sjálfa yður að lifandi, heilagri, Guði þóknanlegri fórn. Það er sönn og rétt Guðsdýrkun af yðar hendi. Rómverjabréfið 12 á móti 2. Hæðið yður eigi eftir öld þessari, heldur takið háttaskipti með endurnýjing hugafarsins, svo að þér fáið að reyna, hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Rómverjabréfið 12 á móti 3. Fyrir þá náð, sem mér er gefin, segi yður hverjum og einum að hugsa ekki herra sig en hugsa ber, heldur í réttu hófi, og halda sér hver og einn við þann mæli trúar, sem Guð hefur útvitað honum. Rómverjabréfið 12 á móti 6. Vér höfum margvíslega náðargjafir, eftir þeirri náð, sem oss er gefin. Sé það spádómsgáfa, þá notum hana í hlutfalli við trúna.